sín. Er þetta fyrsti bardaginn? Þetta er annar bardaginn. Annar bardaginn. Tapaði hinu bardaganum á stigum. Þá er það pólverinn sem gengur inn. Stanik. Hann kemur inn á okkur alveg hérna virkilega fallegri músík sko. Sko þessi reynda verði að segja lítur út eins og hann sé grjótharður sko. Þú myndir ekki vilja mæta þessum í fyrstu sundinu klukkan 3:30 sko. Ekki spyrja allan að hvað klukkan væri. Nei, einmitt. Þetta er nefnilega sko. Láta það eiga sig. Náttúrulega Pólverjar, þú veist, í Póllandi er bara löng hefð fyrir bara íþróttahefð og það eru glerharðir maður. Glerharðir, þeir eru góðir í hnefaleikum, þeir eru liftingum. Marg, þeir áttu landslið í liftingum sem var alveg sko svakalegt. Þeir áttu marga Evrópumeistara á sínum tíma þegar járnkrumlan lá yfir Evrópu, allan að partafinni, þá voru Pólverjar gríðarlega framalega í hnefaleikum. Þeir hafa átt þungaviktara sem var bara bilaður á geði en sem var svo öflugur að þegar hann var í lagi að þá til dæmis tók hann Riddick Bowe sem var þá þungaviktara. Veitu hvað hétt þess aftur? Hann hétt Andrew Golada. Andrew Golada maður. Hann var rosalegur. Hann var rosalegur. Já. Þannig að þeir hafa átt sko sitt lítið að hvoru sko. Herðu, sjáu, þetta er ykkur alveg segur og nú kemur okkar maðurinn, Bjarki Ómarsson, fæddur 1995 nota bene. Hvað var? Já, þetta er magna, 18 ára strákur. 18 ára strákur. Vinur minn, ert þú með passa á þér? Mátt þú vera þetta? Einmitt sjáu það. Þetta er myndadrengur. Já, flottu strákur. Og þetta verður... Þetta er ekki auðvelt. Þetta er ekki auðvelt, það er rétt. Nei, og gott fólk. Það er oft sagt sko að erfiðasti partur bardagakappans er gangan úr búningsherberginu í hringinn. Já. Það getur reynt á þegar að maður er 18 ára strákur að stíga inn í heim bardaga íþróttana. En hugsaðu að vera að keppast inn annan bardaga, þetta ungur hérna og þeir sögðu okkur eins og sem feðgarnir að hann væri eins og hann væri fæddur í þetta, hann hérna... Já, hann væri bara náttúru og talent. Einmitt og hérna og sko bara, þú veist það er svo auðvelt að stífna upp í búrinu, hann alveg lætur þess að hann hafi verið þarna 100 sinnum. Og ég er mjög spenntur að sjá það því ég verð að segja að mér varst andstæðingurinn hans svona nokkuð vígalegur að sjá. Já. Ég sammála. Hann var vígalegur að sjá. Í orðsins merkingu. Já. Þetta er okkar menn. Þetta er okkar menn. Árni Ísaksson og Jón Víðir. Þeir. Bjarki kominn inn. Þeir eru í fjaðurvíkt þarna. Já, fjaðurvíktin er í kringum hvað, 60 og... 65 kíló? 5 kíló, já. Þessi þyngdaflokkar, gott fólk því sem er að hlusta, þetta eru öðruvísi þyngdir enn í hnefaleikunum. Já. Já, þetta er vígalegu skrætti. 66 kíló? Já. Fighting out of the right here, Iceland, Bjarki the Kid! Þeir kalla hann Bjarki the Kid. Já, ég meina... Drengur í góði. Já, þetta er bara, það væri meira sem hægt að kalla hann sko morðingjar með barsandliti. Það held ég. The babyface assistant. Já. Já. Þú brestur þetta á. Já. Fyrsta lota. Ég er spenntur að sjá Bjarka. Bjarki Ómarsson í sínum öðrum bardaga að stíga inn í heim bardagalistana á móti glerhörðum andstæðing sýnist mér. Já. Það held ég. Þeir snerta hvort annan sem þýðir respekt. Sjá, hann er opinn Bjarki, hann er sjálfsörgur. Tekur á sig spark aftur, vont spark, beint í hnésbótina, aftaverðu. Sko, hvað gerir... Fínt háspark og hitti. En hann verður að vinna meira. Flottur hann. Já, vinstri hægri. Þetta var mikið træði. Mikið öryggi. Skiptir stöðu fyrir úr vinstri yfir í hægri. Það gerir menn stressaða, sko. Sko, eins og segir, mjög fagmannlegur. Sjáu þið hraðan á drengnum. Já.
En það þýðir ekki að vera með hendurnar uppi. Menn eru látnir gjalda fyrir það allt og oft. Allt of oft. Eitt augnablik og... En það er verið að þreifa fyrir sér. Þeir greinilegt að hérna Denis Stanik vill ekki allavega fara í návígi strax. Nei, og mér sýnist þér sko þeir hvorum að stefna í gólfið sko. Hann er svona rosalega kvikk. Já, rosa hraður og lús. Hann er mjög flottur að sjá. Nú skulum við bara sjá hvernig hann spilar úr. Já, þetta var snúningsspark og beint í kviðinn. Og hvað gerir hann? Niður, fallega gert hjá Bjarka. Já. Og sjáðu nú. Nú skulum við sjá hvernig Pólverinn vinnur úr þessu. Og hann kemst í þessa gardstöðu, svona hérna. Já, hann límir sig niður á andstæðinginn, reynir að taka frá hann rými. Ætlar hann að standa upp á slamman? Ég held að Nei, hann ætlar einhvern veginn að koma sér fram hjá þessum löppum, sko, því að þar opnast þetta allt, sko. Pólverinn að gera þetta vel samt. Já. Ég vil sjá Bjarka reyna eitthvað. Hann hlustar á sína menn, greinilega. Það er náttúrulega bara, það eru reynslumestu mennindi sem gera það, sko. Já. Sástu hvernig hann bara leit upp og sagði, hvað er að segja? Þetta er vel gert hjá honum og þetta verður spennandi að sjá hvernig Stanik vinnur sig úr þessari stöðu, en Bjarki er með yfirhöndina. Hann er með yfirhöndina núna. En hann heldur honum föstum, sko. Já. Gerir eins og þú spáðir. Já. Hann var að reyna að slamma hann þetta sem er vel gert. Pólverinn er að gera hérna hægri hendina á honum óvirka. En það sem dómarinn vill ekki sjá, hann vill ekki sjá tvo menn liggja bara í hérna... Og ger ekki neitt. Sko, Bjarki verður að reyna að komast í betri stöðu. Já. Og sérðu, og hann var ekki að reyna það, allavega ekki nógu markvisst. Þetta var vel gert. Þess vegna standur. Og þetta snúningsspark hans. En Pólverinn svarar vel. Já, mjög. Já. Var ekki vinstri krókur? Já. Frábær fyrsta lóta. Já, Bjarki á hana. Það er bara klárlega. Það er klárt mál. Já. Frábær fyrsta lóta og meina sjáðu drenginn, hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera þarna, hann er ekkert að panika, hann heldur sínu striki. Það er margir, sko, hvað sagði Mike Tyson aftur, sko, það er allir með plan þangað til þeir eru kýldir í andlitið. Já, það er þannig. Og hann virðist alveg halda sínu plani þrátt að vera sleginn hann að lauslega. Þarna sjáum við írska alþýðu, sperta. Já, það er bara troðið hús. Og Árni er svo aggressífur og hann segir bara þegar þú ert komið hann í stöðu skaltu bara láta þetta dynja á honum. Já, slátur á honum. En það sem að hreif mig við Bjarka var hann var ekki vottur af stígleikadóri. Hann var bara í flæði. Já, hann var í flæði. Hann var í dansan inni, sko. Já. Hann er með andstæðing sem er greinilega glerharður. Já, sjáu þið Bjarka, það er eldur í honum, hugur. Bjarki Ómarsson í sínum öðrum bardaga og er að gera þetta bara frábærlega. Flott. Nefnilega þetta er það sem við höfum ekki verið að sjá nú í kvöld. Við höfum ekki verið að sjá nú ekki á kombóum, sko. Og sérstaklega láta á blanda saman spörkum. Flott þarna. Það má ekki vera ókokki hann Bjarki, sko. Fá 1, 2 og síðan 3 með löppinni, sko. En þetta er vel gert á hann er gríðarlega hreyfanlegur. Og hann ógnar úr þessum stöðum, sko, séð að hann er lafræddur Pólverinn hérna, sko. Já, hann allavega hefur ekki mikið náhuga að vera hérna of nálagt, sýnist mér. Vel gert aftur. Og nú heyrðum við hvað Árni sagði, bara rífðu lausan og Já. Fallega gert. Sérðu, hann er kominn hérna í Pólverinn að ná einhverju? Nei, Pólverinn, hann er bara að standa upp. Hann er þreyttur, en nú er Bjarki, sko. Hann er sterkur. Nú er Bjarki hans að hugsa hvað hann ætlar að gera. Hann verður að vera með eitthvað meira plan en þetta. Já. Þarna kemur auðvitað kannski reynsluleysi inn, Dóri. Jafnvel. Þú veist, þetta er staða sem hann líklega hefur ekki lent í áður, hefur ekki æft mikið, sko. Og hann er ekki að reyna á honum í takana, hann er í engri stöðu til þess myndar, sko. Já! Takk
fyrir Túka. Þetta var alla leið fyrir budduna, maður. Þetta var vel gert. Þetta er fallega gert nefnilega. Sérðu, og nú, og hvað gerir hann? Sko, já, nei. Og hné. Já, ok. En Bjarki er sko, hann er að stjórna. Algjörlega, sérðu þarna vel gert. Já. Þetta er eins og bara stökk upp á bakki á honum. Sko, það er nefnilega hægt. Já, við svona á að gera þetta nefnilega. Og sjáu þið, hann er mjög þreyttur pólverinn, þessi Dennis. Og Bjarki virðist eiga nóg eftir. Þetta eru gríðarlega góðir íþróttamenn sem er að koma frá Mjölni. Þetta eru svakaleg efni. Allavegna. Og hvað þarf að gera núna? Hann verður að losa hendina á sér og bara byrja að rafa á hann, maður. Sá á eftir að læra, maður. Hann lærir á þessu kvöldi. Algjörlega. Þetta er gríðalegt efni, þessi strákur. Gríðalegt efni. Og hvað núna? Flott vinstri hendi! Já, og hné! Býtu, hann er eitthvað ekki alveg með öllum. Já, þetta er að segja kalla, þetta er bara, sko, þetta er sýnikensla, sko. Já. Hann er bara að ná honum niður að vild, hann er að stjórna honum í gólfinu, hinn er að marða sér út úr því. Þú veist, þetta eru léttir gæjar, þeir hafa ekki alveg. Og hvað, er það armbar? Já. Nei, hvað það munnaði litlu maður? Við klappum hérna Dóri og Bubbi. Bjarki er að standa sig, maður. Og það er ein lota eftir. Já, hann er búinn. Hann er alveg búinn. Já. Hann geti verið að stoppa þetta. Já, þú veist að þeir bara senda hann ekki eftir í lótuna. Já. Hann er að berja honum, hann er að... Startu þig, segir hann. Startu þig, sérðu. Það verður að reyna að berja inn í hann. Já, ég verð að segja að það er hvað aðeins svona... betri stemning í íslenska horninu. Já. Þannig verður það. Já. Sjáu þarna. Drengur, þú varst með alla tölur réttar, þú bara náðir ekki í vinningin. Það er nefnilega svolítið þannig. Það var svolítið þannig. Frábærlega vel gert hjá strákinum. 18 ára gamalt gott fólk. Sjáu þið þetta. Þetta er neyðarhjálpin. Þetta er ekki mjög traustvekjandi, sko. Nei, það er neyðarhjálp þarna í horninu hjá Pólverjanum. Sjáu þið. Sjáu þið, Bjarka. Já, komið þið sæl. Þetta voru ég og þú hana, írsku útgáðunar á þeim. Þetta var DB. Jæja, Bjarki koma svo, þú átt allt í hendið núna. Passaði bara, hann er alveg að springa Pólverinn. Sko, en ég veit ekki, ég vil ekki vera vænisjúkur, sko, en sumir þykjast líka oft vera þreyttaðir en þeir eru, sko. Já, það er til í dæminu. Sko, nú vil ég fá að sjá hægri höndin á Bjarka. Fallega gert! Já, svo aftur koma fljótur að svara fyrir sig. Þetta er rosalur hreyfanleiki að geta farið svona úr sko höggi yfir í fellu yfir þetta er sko eitthvað sem bara þeir bestu hafa sko, einmitt. Á sekundubróti. Hann er sko, Pólverinn er... Hann er aftur að fara að lyfta honum sko. Já, og hann er gríðarlega þreyttur. Bjarki verður bara að komast frá honum, komast í færi og höggva hann. Nei, þetta er aldrei neitt. Það verður engin tapað úr þessari stöðu í sögu MMA, sko. Þú veist, hann var komin þetta með klemmu. Nei. Er þetta hættulegt, Þóri? Mér sýnist ekki, sko. Ég sé ekki hvað hann er með hina hendina. Og þetta er allt spurning um það, en Bjarki er að anda. Og þú veist, hann er ekki að stýra öllum skroknum á honum, hann er bara með hann annan. Það er á færi þeirra allra bestu að gera þetta og oft fer það bara eins og maður sko Gunni sagði þegar menn eru mjög þreyttir en hann er með plássan á milli til að anda. Þetta er, ég fæ smá hnút. Hann er að hnoða hann eitthvað neginn. Já, fallega gert þetta með hnið. Don't give him out, man. Hvað? Hann verður að sleppa, sko. Já. Hann ætlar ekki Já, fallega gert. Og nú er þetta okkar maður sér reiður, sko. Þetta er upp á líf og dauða hjá Pólverjanum, sko. Hann veit ef hann missir þetta takk. En við skulum segja að þetta er nagli, þessi Pólveri, sko. Því að hann er búinn að vera einhvern veginn á verri endanum, sko, síðan bara þessi barndagi byrjaði. Já! Það er bara aðeins að skiptast staðan þetta. Bjarki.
Ekki láta hann, já, gott, Fallega gert. unningspark. Þetta var glæsilegt, maður. Og aftur. Pólverinn kemst hún á. Nei. Og nú er nefnilega Bjarki orðinn þreyttur, sko. Já, Hann er galdramæður. þetta strákurinn er að brillera hérna. Sjáu þetta. Sko, það sem þeir eru að sína, þeir eru greinilega svo vel þjálfaðir þessi gaurar í öllu sem kemur á MMA. Það er ekki staða sem kemur þeim á óvart. Það er ekki, þeir eru ekki lélegir neins þar. Sjáðu, fallega gert, niður og núna á hann bara að byrja Já, maður. að höggva. Já, Bjarki, já. Já, þetta er bara rúst. Þetta er rúst. Þetta er bara þannig, já. Vel gert, strákur. Herðu, Vel gert. við skulum sjá þeir lyfta hendina á hann upp Já. og fara að sjá í snöggar auglýsingar áður en að hún Sunna Davíðsdóttir. Já, það verður nú aldeilis spennandi, maður, á móti Amöndu English. Vera íri og heita Amanda English. Þetta er erfitt. Dóri Danni. Já, Dóri Danni. Heyrðu, Bjarki, Þetta fannst mér vera algjörlega brilljant. Þetta er brilljant. og miðað við þetta er annar bardagi, 18 ára strákur, þá bara staðhæfi ég, hann er hrikaefni. Sammála? Já, hrikalegt efni. Sá var að þetta var brilljant. En ég yrði mikið hissa ef Pólverinn fengi lotu í þessum bardaga. Nei, hann fekk ekki neitt. Hann er alveg búinn. Ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecards. All three give a unanimous decision to the red corner, Bjarki. Hvað annað? Alla lotu, fyrir mig auðlýsingar. Förum við auglýsingar. Egils Orka